Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar var kynnt í dag en það gerir meðal annars ráð fyrir skattahækkunum og niðurskurði á framkvæmdum. Stjórnarandstaðan ósátt og formaður Vinstri grænna segir þennan niðurskurð blóðugan. Við fjöllum þetta eftir augnablik. En samkvæmt breytingatillögum ríkisstjórnarinnar á fjárlagafrumvarpi næsta árs verða skattar hækkaðir og framkvæmdum frestað, auk þess sem bætur almannatrygginga halda ekki við verðlag í öllum tilvikum. Ríkisstjórnin segist standa vörð velferðarkerfið, en stjórnarandstaðan talar blóðug niðurskurðarfjárlög. Steingrímur J. Sigfússon og Kristján Þór Júlíusson eru sestir hjá Sigmari. Velkomnir. Steingrímur, við skulum kannski byrja á þér og byrjum á almannatryggingakerfinu. Hvaða niðurskurður nákvæmlega þar það sem að þú ert að kvarta undan? Já, mér sýnist vera farið þarna inn í almannatryggingakerfið þannig að allir sem eru ofan við lágmarkstrygginguna þeir taka á sig skerðingu strax bara ofan við 150.000 krónur eða eitthvað svoleiðis sem ætla má að sé þá 10% miðað við það að lágmarksupphæðin hækkar 20%. En aðrir fá 9,6% hækkun og munurinn þarna á milli rúmlega 10% og þannig gef ég mér það að þetta sé umtalsverð skerðing á öllum þeim sem eru þarna strax fyrir ofan lágmarkið og þetta eru miklar fjárhæðir sem þarna fara út úr almannatryggingakerfinu. Veistu hversu miklar? Nei, en það skiptir allmörgum milljörðum króna. 4 kannski, milljarðar eða svo. Já. Þetta nú dálítið óljóst og þegar maður fer að fletti í þessu svona þá ekkert alveg auðvelt að átta sig á þessu og mörgu vísað inn í 3. umræðu. En þetta svona eitt af því dapurlegra að það skuli vera farið þarna inn í almannatryggingakerfið og nóg nú samt. Já. Því að hinum megin frá kemur svo auðvitað mikill niðurskurður á ýmsar velferðarstofnanir sem að munu þurfa að þrengja að í rekstri og það bitnar í mörgum tilvikum á sama fólki. Já, við skulum staldra við almannatryggingarnar. Af hverju farið þið þessa leið? Þetta nú svona þannig að það allir að taka á sig mikla kjaraskerðingu og rýrnun en maður hefði nú kannski einhvern veginn haldið að þeir sem að þurfa að sækja inn í bótakerfið ættu nú kannski einna helst að fá frítt spil í því. Já, og það leitast við að gera það. Í þessum tillögum ríkisstjórnar það hárrétt sem Steingrímur segir að þetta það bil 4 milljarðar ef ég man það rétt eins og þetta var kynnt í fjárlaganefndinni í morgun. Þá þetta breytilegt eftir í hvaða bótaflokki þetta lægstu bætur halda verðgildi sínu og eru verðbættar af fullu meðan að þar eru skertar síðan niður í 10% og þetta eru samt svo litlir peningar. Ja, þetta litlir peningar sem að fólk hefur á mánuði. Per hvern og einn, það hárrétt en í þessari stöðu sem að ríkissjóðurinn þá bara óhjákvæmilegt að það beri allir einhverjar byrðar og með þessum bótaþegar líka, er það hugmyndafræðin? Sko, þetta fleira heldur en bara bótaþegar, nei það ekkert hugmyndafræðin því að niðurskurðurinn sem við getum kallað svo í þessum tillögum ríkisstjórnarinnar lang minnstur þarna en vissulega kemur hann inn, það hárrétt og það bara undir þessu formerki eins og ég segi, fullum fettum og fullir það eins og komið fyrir okkur með þennan ríkissjóð okkar með 370-80 milljarða í tekjur. Og við erum að keyra samkvæmt þessum tillögum inn í næsta fjárhagsár með 170 milljarða halla. Við ætlum sem að auka skuldir ríkissjóðsins 170 milljarða á næsta ári. Þá sjá það allir sem að horfa á þetta í því ljósi að vandinn sem við að eiga hlýtur að kalla á það sé allt tekið til skoðunar og það verður þá að reyna að jafna út þessum byrðum með þeim hætti að verja þá sem veikast standa fyrst af öllu og það reynt að gera það. Verja þá málaflokka sem við köllum til grundvallar og grunnstóði samfélagsins, menntamál, heilbrigðismál, öldrunarmál, málefni fatlar og svo framvegis. Annað þar fyrir utan fær miklu meiri skerðingar, það bara þannig. Já, og að mínum að ekki nægilega miklar. Þetta eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við, að þetta einhvern veginn svo yfirgengilegar hamfarir að það hlýtur eiginlega að koma allstaðar niður, þetta ekki? Mikil ósköp, þetta alveg skelfilegi hlutir sem við stöndum frammi fyrir og búið að fara illa með okkur, það engin vafi á því. Ekki, það sem undirliggjandi hjá mér, ekki óhjákvæmilegt að fara inn í almannatryggingakerfið líka? Nei, ég vil ekki skrifa upp á það, því að 4 milljarðar í þessu ekki stórar fjárhæðir borið saman við ýmislegt annað. Og aðalatriðið náttúrulega það að við áttum okkur á því hvers vegna þessi niðurskurður látin staðnæmast þarna. Jú, það vegna þess að þetta eru sameiginleg fjárlög ríkisstjórnarinnar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og það segir hér bara beinum orðum í fylgiskjali að þessi niðurskurður sé í samræmi við áætlun sem unnin var með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir, hallin má ekki verða meir en þetta. Það eru auðvitað engin nákvæmnisvísindi á bakvið það að við getum lifað við 170 milljarða halla en 200 eða 190 milljarða sé hins vegar alveg ómögulegur. Það eru fyrirmæli frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum
og núna eru menn að fá forsmekkin af því og kynnast. Svo þetta samt ekki aukaatriði vegna þess að þarf að vera þetta mikla aðhald? Það ekki mikil aukaatriði þegar að snýra fólkinu sem verður fyrir kjaraskerðingunni. Svo þurfum við líka að velta því fyrir okkur. Hvernig vænlegast að halda utan samfélagið og koma því í gegnum erfiðleikana, lágmarka skaðann sem orðin og vísa ekki vandanum inn í framtíðina og kalla á aukin útgjöld annars staðar og seinna. Ef við dýpkum kreppuna með ofmiklum niðurskurði og ofmiklum samdrætti framkvæmda og ofmiklum uppsögnum fólks, þá fer það yfir í atvinnuleysi og aukin útgjöld þar. Og það hafa margar þjóðir farið mjög illa út úr því að hlýða þessu gamla þreytta frjálshyggju niðurskurðarprógrammi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að reyna að skera sig niður og spara sig í gegnum kreppuna, og ég verð að segja, ég hef ónotalega tilfinningu fyrir því að við sem að lendin í því sama og Finnar lentu í að þeir gleymdu fólkinu í alltaf miklu mæli fyrstu 2 árin. Munurinn á okkur og Finnum í þessu sambandi sá að þegar þeir lentu í sínum áföllum þá brustu svona grunnstoðir í atvinnulífi Finna. Það ekki að gerast hér sem betur fyrir, þannig að við hefum meiri möguleika og betri að mæta þessu heldur en Finnar. Við kannski verðum skuldsettari þjóð hins vegar? Já, vissulega núna, en út af þessum bótaumræðum og öðru þýjunni, þá vil ég aðeins fá að nefna hérna. Við erum að tala um það að heildartekjur ríkissjóðsins geti orðið þetta á bilinu 370 til 80 milljarðar. Af þessum tekjum verðum við að standa straum af því sem kallað eru tilfærslur inn í fjárlögunum, sem eru svona bætur og verðbættir samningar og svo framvegis og framvegis. Þeir taka til sín 205 milljarðar af þessum 370-80. Þannig að það Svo skulum við taka vexti sem að geta legið einhvers staðar 100 milljarðar. Þá eigum við eftir 60 milljarðar til þess að reka allt, heila batterið, menntamálin, heilbrigðismálin og svo framvegis. Í þessari stöðu kallað á að menn taki allstaðar á. Það bara óhjákvæmilegt. Þetta nákvæmlega hárrétt hjá Kristjáni. Svona staðan eftir 17 ár sjálfstæðisflokks. Það ekki bara 17 ár sjálfstæðisflokks, ég vissulega hefur að vera, en þú Þið getur svo sem ekkert falið ykkur að forða ykkur frá því. Alls ekki. Ég ætla að benda á það að þetta verkefni sem ekkert óvinnandi vegur að hafa sig í gegnum, en til þess að það gerist, þá verðum við bæða þétt okkur í því hvernig við rekum ríkissjóðinn, en að samaskapi verðum við þá líka að hugsa það að búa til aukin verðmæti í þessu landi. Já, en við skulum líka tala að því að það fleira í þessu, til dæmis bara það að það verið að hækka skatta. Já. Og hérna, nú eru tekjur fólks að draga saman, svo bæti skattahækkun ofan á það. Væntanlega þetta ekki til þess fallega greið úr þessari kreppu, en þetta þýðir bara það að fólk hefur minna milli handana til þess að leggja fram í samfélagið. Já, það ansi hætt við því að svona útfærð skattahækkun, hún náttúrulega bætir ekki stöðu lágtekju og meðaltekju fólks sem að borga skatt á annað borð. Og ég mjög ósáttur við það að ríkisstjórnin skuli þá ekki reyna að fara aðferðir í þeim efnum, hvað varðar tekjuöflun, sem dreifa betur byrðunum og reyna að leggja þær á þá sem fremur eru aflögu færir. Hvers vegna í ósköpunum ekki tekin upp hátekjuskattur? Þó það væri ekki nema bara til svona sem tákgræn aðgerð til að sýna við ætlum að reyna að dreifa byrðunum þannig. Og þetta minni okkur auðvitað á það mikla hneyksli að fyrir ríkisstjórn felldi niður hátekjuskattin hérna á tímum ofurlauna sem stigu til himins. Við værum kannski með 30-50 milljarða núna í handraðan. Ef menn hefði ekki gefið þær miklu gjafir í skattalækkunar vittleysu í þenslunni sem fyrir ríkisstjórn gerði. Og mér finnst það algjört lágmark að menn skoði slíka útfærslu á þessari tekjuöflun. Svo vil ég segja að mér finnst að þessi útfærsla gagnvart sveitarfélögunum, hún gangi ekki upp og það verður að búa betur á sveitarfélögunum. Þau eru alveg lykiltæki í því að halda utan nær samfélagið og við eigum að ætla þeim mikilvægt hlutverk í því að veita þjónustuna, félagsþjónustuna, nærþjónustuna og þau eru mikilvægur vinnuveitandi. Stöldrum við hátekjuskattin. Af hverju kom það ekki til álita? Að mínu mati kemur ágætlega til álita að leggja á sérstakann skatt á hærri tekjur. Já, hefur það verið rætt? Það mögulegt að það verði? Það rætt. Ég skal fara í að semja bara fyrir ykkur. Já, þakka þér innlega fyrir það. En segja okkur, þið finnst að koma til greina, hvað leiti þá? Það er forréttindi að heyra þið segja að það var að fara með fjárlagana. Já, ég hef sagt og sagði hérna áðan, í þessari stöðu sem ríkissjóðurinn það er mjög erfitt ár framundan. Og ég fullir það árið 2010 og 2011 verða engu auðveldari viðfangsheldur en þetta ár sem að við verður settur á hátekjuskatt. Ég get engu svara til það sem ég segi í þessu, það væri óábyrgt að útilokan. En af hverju var það ekki þá bara gert núna?
hann skilar okkur ekkert inn á árið 2009. Hvað með að því að þetta getur bara verið tákgrænt? Þú nefndir það sjálfur hérna áðan að skattahækkun bitnaði á tilteknum hópum væri erfið inn í þessu ástandi. Vissulega það. Tvímælust. Við hvaða mörk eigum að draga hátekjuskattinn? Það þarf að ræða það. Ég fullir það hátekjuskatturinn eins og hann var þegar hann var ánum minn. Hann var fyrst og fremst farin að bitna á millitekjufólki. En það var alla flóknara að finna mörk hvar á að hafa hátekjuskatt heldur en að finna mörk hvar er að skerða bætur. Og hvar meina ég að byrja að borga skatt? Skerðing bóta, eins og við komum var allt annað mál. Þar var verið að taka af verðbætur á bótaflokka sem að fólk átti inni vissulega. En ég nokkuð óeðlilegt við það. Ég bara segi það alveg eins og þegar allt samfélagið logar hér í bara erfiðleikum, uppsagnir fólks á vinnumarkaði, launalækkanir hjá vinnandi fólki og svo framvegis, að byrðunum í samfélaginu sé dreift, þannig að verðbætur á tilteknar tekjur sem þó kom úr sameiginlegum sjóðum og kallast bætur. Þær takja á sig einhvern hlut af byrðunum líka, meðan að við erum með sömu verðbætur sem ganga bara yfir venjulegan launamann, sem að hríðfalli í tekjum. Er þá eitthvað óeðlilegt að hann gerir kröfu það sem skattgreiðandi? Að byrðunum sé jafnað, ég sé ekkert óeðlilegt við það, alls ekki, meðan að samfélagi í þessari stöðu. En það sé gott samræmi í hlutunum og byrðunum þá dreift í samræmi við það. Verðbætur Steingrímur á samninga á að taka það í botn, þrátt fyrir það sé samningsbundið. Í þeirri stöðu þegar atvinnulífið í landinu og almenningur fær engar bætur og lifi bara við það umhverfi sem þarna úti er. Hvernig ætlaði þá að fara með einkavæddu rekstrarþættina ykkar? Sittið ekki fastur uppi með þá? Getið þið hróflað við samningum með einkaaðila sem eru löggerningar og aðfararhæfir og jafnvel þinglistir? Flestir samningar ríkisins Steingrímur eins og þetta eru með fyrirvara fjármögnun af hálfu ríkisins og samþykkt í fjárlögum. Þannig að ég tel, ef það er vilji til þess, pólitísku vilji, þá hafi ríkið heimildi til að fara inn í alla samninga. Það verður að vera. Ég vil svo bara benda á það að þó að þetta séu kannski ekki háar tölur, þessar niðurskurðartölur á hinum almenna rekstri ríkisins, þá rekkur maður nú dálítið við þegar maður reiknar það eða út eða leggur það saman fyrir einstakar stofnanir. Eins og 1740 milljónir króna í niðurskurð á Landspítalanum. Það hefur nú ekki gengið vel að koma endum saman þar undanfarin ár. Öldrunarstofnanir, er þetta kannski 500-600 milljónir nettó á þær? Það einhverja tilfærslur þarna inni. Það er verið að fella niður forfallakennslu með öllu. Það er fella niður framlag til Iðnemasambands Íslands upp á einhverja 6 milljónir. Er bara verið að leggja þá starfsemi niður og svo framvegis. Þannig þetta allt eftir að fá hinar sársökafullu staðreyndir sem birtast mönnum í niðurskurðinum hinum megin. Og hérna má ekki alveg færa til sannsvegar að margt í þessu sem er verið að kynna hefur þau áhrif að það missa fleiri vinnuna af hálfu ríkisins og það bætist ofan á það sem er að gerast á hinum almenna markaði, kannski á tíma þar sem að ríkið ætti að vera atvinnuskapandi. Sigmar, þú ert að spyrja mig spurningar sem ég hef ekki beint svar við í dag. En það lítur að blasa við innan við sjáum hvað er að gerast í vega. Já, ég ætla bara að segja það alveg morgunljóst. Vissulega blasir það við að það er stórhætta á því að það gerist. Það er bara þannig. Vöxturinn í þjónustugeirun ríkisins, eins og ég met þessa stöðu, hefur einfaldlega vaxið tekjum hans yfir höfuð. Hvað er þá til ráða? Hvernig er að búa til tekjum? Kristján, má ég þá aðeins draga athygline að því? Ég var að reyna að halda ræður hér á árunum 2004, 2005 og 2006 það að það yrði kannski ekki eins gaman að verða fjármálaráðherra þegar að niðursveiflan kæmi. Þegar menn væri búnir að slátra og skera niður hérna traustu, föstu tekjustofna ríkisins sem þá voru. Þá slógu þið ykkur og voru mikli kallar og lækkuðu skatta. 2004? Já, 4, 5 og 6, allt kjörtímabilið. Á fyrirtæki, á hátekjufólk. Ég hækkaði nú skatta þá, ég var bæjarstjóri á Akureyri á þessum árum. Felldu niður eignaskatt og svo framvegis. Og núna gerist það að þegar froðutekjur frá þenslutímanum hverfa, þá bara dundrar ríkissjóður niður í tekjum. Þá er nákvæmlega þetta gerast sem maður var að reyna að vara við. Að þá er tekjugrunnur samneyslunar miklu veikar en hann var áður. Vegna þess að þið leyfðuð ykkur þetta í góðverinu. Froðutekjur. Þið voruð að selja ríkiseignir og skattleggja viðskiptahallann. Og svo hverfur þetta allt í einu. Svaraði örsnögt og næsta tíma. Ég segi bara, ég kalli ekki tekjurnar af bankastarfsemin og fjármálastarfsemin sem var á síðustu árum froðutekjur. Það skiluðu sér inn í ríkiskassan og við nutum þeirra meðan að þeirra naut við. En svo aðeins bara framkvæmda að mér finnst líka vanta hér inn í þetta að framkvæmda pakkin í heild sér skoðaður með því hugarfari að fresta frekar dýrum
framkvæmdum sem ekki eru mannafla frekar og færa verkefnin yfir í störf, yfir í laun. Já, það fullir eru menn að skoða. Ég vil bara benda á það inn í tillögum ríkisstjórnar eins og það liggja fyrir. Gert ráð fyrir því að framkvæmdir á vegum ríkisins á næsta ári verði 41 milljarður og hafa sjaldan eða aldrei verið meiri. Og það er samt skorið niður með það sem átt að vera. Er fjárhæðin lækkuð en ég bendi bara á það að framkvæmdamagnið í þessu erfiðasta fjárhagsári sem við erum að horfa upp á hefur sjaldan eða aldrei verið meira. Takk fyrir komuna.